Já, komið þið sæl og velkomin í kaffispjall Iðunnar. Helen Grey heiti ég og er þróunarstjóri alþjóðaverkefna hérna á Iðunni og hér á hægri hönd er ég með hana Margréti Jóhannsdóttur sem er sérfræðingur hjá Rannís og við ætlum að spjalla svolítið Erasmus áætlunina. Það er ekki satt, Margrét? Jú, einmitt. Já. Og það sem áður en við byrjum, það langar mig aðeins bara að koma inn á, þáttöku Iðunnar í Erasmus áætlunni gegnum árin. Og við erum nú búin að vera svolítið lengi í þessu. Þið eru búin að vera mjög dugleg, það er ekki spurning. Það er ekki spurning, já, takk fyrir það. Og við byrjum í rauninni að sækja í þá Leonardo da Vinci áætlun, sem var þarna undir menntaáætlun Evrópusambandsins. Og það var 2005, þá byrjuðum við. Já, einmitt, þetta er orðið nokkur ár. Þetta er orðið nokkur ár. Já. Og ég gerði bara svona í gamni. Ég prófaði aðeins að taka saman hvað við erum búin að fá mikið fjármagn í gegnum þá náms- og starfsmannaskiptin. Og á þessum 15-16 árum við höfum sótt að hverju einasta ári og við erum búin að fá svona 130 milljónir. Já, það munar það. Já, það og þetta er peningur sem við erum bara búin að setja beint út til iðnnema, nýsveina og starfsmanna og sérfræðinga á okkar sviði. Og það er bara, það var svolítið gaman að sjá þetta, fannst mér sko. Og síðan skoðaði ég aðeins stærri verkefni sem við tekið þátt í. Samstarfsverkefni og síðan tókum við og leidtum þetta heitir tilraunaverkefni, þessi risastóru verkefni og kannski er það svona forveri KA3, getur það verið? Það hefur bara orðið pínlítil breyting í rauninni, svona forveri og þróast í tvær áttir. Tvær áttir, já, það er alveg rétt. Að menn hafa viljað að gera áætlunina aðgengilegri í raunveru með einfaldari verkefnum, en það eru líka til þessi stærri verkefni. Maður á kannski ekki að segja einfaldari, en það er bara kannski meira stærri og smærri. Og svona hvernig nálgunin er. Ekki spurning og ég tók svona saman bara svona gróft og það eru svona 160 milljónir sem hafa farið í þróun. Einmitt, aðferðum og sem er algjörlega beint inn í iðnaðinn og þetta bara skiptir alveg verulegu máli. Það er náttúrulega bara svo, það er sem er skemmtilegt við þetta, þegar maður sér verkefni sem í raun og veru nýtast mjög vel, sem nýtast greininni, nýtast þeim sem er að taka þátt og öðrum í kringum það líka. Akkúrat. Og það er náttúrulega það sem þetta snýst í rauninni. Það snýst að fá að styrkja menntakerfið, styrkja í raun og veru fyrirtæki sem eru í greininni og fyrir utan náttúrulega náms- og þjálfunarverkefni. Þetta gerir ekkert smá fyrir þá sem fá tækifæri til að taka þátt. Ég alveg sammála. Ég held að þetta hafi breytt lífi hjá sumum. Við vitum það. Við vitum af einhver dæmi. Við vitum alveg akkurat dæmi. Þetta hefur bara verið skipt verulegu máli. En það má hins vegar líka bæta við sem við gleymum oft í því sambandi að það er stundum fyrst manni einhver að fara í starfsþjálfun til annars lands og það hljómar bara mjög vel. En það er kannski ennþá meira en það, því að fólk er ofta að læra eitthvað sem það myndi ekki læra hér heima. Þú ert að læra einhver nýjar aðferðir og í raun og veru þannig að faglega geta þessar svona starfsþjálfun fyrir nema skipt rosalega miklu máli. Nú fyrir utan auðvitað svona persónulega, menningarlega hlutan sem í mörgum tilfellum skiptir líka rosalega miklu máli. En við megum ekki gleyma, manni finnst hann svona svo skemmtilegur, þessi menningarlegi munur, en í raun og veru þá er faglegu svona ávinningurinn, hann er oft verulegur. Hann er oft verulegur og ég held að við höfum auðvitað tekið mörg viðtöl við nema sem hafa farið og nýsveina og þau tala oft að þau hafa svolítið svona mátað sig inn í sinn íslenska veruleik þegar þau koma heim. Og það er svona opna augun þeirra og þetta mér finnst ég er gamall skiptinemi þannig að ég er alltaf í þessu hlutverki mér verður þá að hugsa svolítið til hann er danskur prófessor Sørensen. Við þekkjum hann. Og hann hefur einmitt, ég held að doktorsvörnin hans var einmitt áhrif námsmannaskipta á nemendur sem fara sem sagt erlendis í gegnum bæði Erasmus áætlunina og svo dönsku áætlunina því að Danir eru alveg með sérstaka áætlun líka.
og hann kallaði þetta learning by living, sko. Já, akkurat. Þú veist, maður lærir þegar maður fer. Auðvitað, já. Og mér fannst þetta allt svo fallegt. En ef við komum kannski aðeins aftur að áætluninni, að ég fór nú svona ástæðan fyrir því, ekkur þú ert nú komin hingað, er að við ætlum að spjalla aðeins þessa nýju áætlun, því að sko menntaáætlunin, hún rennur svona sitt skeið svona kannski á 6 ára fresti, getur maður sagt. 7 ár, sem er undir. Þessi nýja áætlun, sem sagt, hún gildir núna í 7 ár, 2027. Já, akkurat. Sem sagt þá upphaf verkefnana. Upphaf verkefnana. Síðan þarf að klára verkefni. Það þarf að klára verkefni og það getur tekið alltaf, smá tíma. Já, þannig að þegar við tölum 7 ár, þá tölum við þegar verkefnin eru að byrja. Það eru að byrja, já. Þannig að nýja áætlunin bara að hefjast núna og bara spennandi tíma framundan. Það má segja sem svo að mér fannst í undirbúningi þessar áætlunar áhugavert að menn voru alltaf að tala við skulum ekki fara að gerbylta, við skulum passa að vera með ákveðna þróun í gangi. Og auðvitað eru breytingar í nýja áætluninni og það eru jákvæðar breytingar sem við erum að sjá, en það ekki einhver ný það ekki eitthvað svona miklu skýrari. Og þeir sem hafa verið að vinna í eldri áætluninni, að þeir held ég að munu upplifa bara svona eðlilega stígandi, eðlilega þróun í því sem að gerast. Já, ég get alveg tekið til það. Þannig að það svona ákveðin viðbætur og breytingar og sem að munu örugglega bara nýtast okkur vel. Það sem svolítið athyglisvert að sko í áætlunni sem gildir semst á öllum skólastigum, æskulýðsstarfi og íþróttum, það raun og veru, það eru núna skilgreind mjög skýr 3 meginmarkmið sem ganga þvert og í gegnum alla. Og þetta er fullorðinsfræðslan og allt saman. Og það fyrsta lagi þá það snýr það að tækifæri allra til að taka þátt. Þetta sem heitir inclusion and diversity. En við erum nú búið að þýða inclusion, tala inngildingu, þannig að við þurfum að æfa okkur að tala inngildingu. Segðu þetta aftur, Martin. Inngildingu. Inngildingu. Þetta er nýyrði. Já, ég kann ekki söguna, en þetta sem sagt búið að þýða þetta og ætlum að munum nýta þetta orða því að svo við séum ekki alltaf að sletta, en það snýr auðvitað að því að markmiðið sem sagt að gefa öllum jafnt tækifæri til þess að taka þátt. Það aukinn stuðningur á ýmsu tægi til þess að gera það mögulegt. Þetta tækifæri án aðgreininga í rauninni. Já, í rauninni er sko að vera að tala algjörlega og að þeir sem þurfa sem sagt viðbóta stuðning að einhverju leyti að það sé möguleiki. Þannig að þetta svona gefur bara mjög mikið tækifæri til þess að hjálpa til við það að allir geti fengið sama tækifæri til að taka þátt í áætluninni. Ég var svolítið að spegla þessa, sko, þú ert að tala um þetta inngildingu, tækifæri án aðgreininga, að þetta kemur þetta fram í gömlu áætlunum líka, en þetta var einhvern veginn bara svona út allt. Það við sjáum þetta bara skýrar núna, af því að þetta gengur þvert yfir og svona eitt af þessum 3 meginmarkmiðum. Og ég held svona persónulega að við gætum gert svolítið betur akkurat á þessu sviði. Við getum það alveg örugglega. Við þurfum bara aðeins að opna hugann og aðeins að bara líka koma því bara vel á framfæri þeim tækifærum og í raun og veru sem eru innan sérhvers verkefnaflokks til þess að vinna þessum málefnum. Og ég held sko, eins og ég svona velta aðeins fyrir mér svona hvernig við getum svolítið speglað okkur sko inn í þetta tækifæri án aðgreininga þegar ég að hugsa þessa löggiltu inngreina sem við erum að vinna fyrir. Að hvað myndi þetta þýða? Þetta þýðir í raun og veru ef þú þarft auka fjármagn til þess að einhver sem þarf kannski stuðning, hvort sem hann þarf ekki að vera. Gæti verið fötlun eða gæti það verið bara kannski einhvers konar kvíði eða bara ýmislegt sem gerir það verkum að þú þarft aðeins meiri stuðning, að þá hægt að sækjum fjármagn til í því sambandi. Og þá gæti þá fengið ykkur bara annan aðila með sér. Já, til dæmis. Og þú veist, þannig að það alveg mjög mikið lagt upp á því að sé hægt að fá fylgdarmenn með stuðning fyrir fylgdarmenn og svona annað sem að þarf til í rauninni. Og það bara, mér finnst mjög flott hvernig þetta dregið alveg sérstaklega fram núna. Og eins og ég var að segja, ég var svolítið að horfa tilbaka svona hvaða atriði
það var mikið tala lykilhæfni þættina hérna í gömlu áætluninni. Þú veist, það er ekki minnst að Nei, það finnur þau þegar þú fer að grafa betur inn í til það starfsmenntuna, þú veist, það kemur þetta þar, sko. Já, það er svona, mér fannst, þetta er overall. Já, akkurat. Og næst líka, sko, næsta af þessum þremum aftur snýra að, sko, þessum umhverfismálum. Erasmus Green, eða ekki? Nú tölum við grænan Erasmus. Grænan Erasmus, já. Og þá er verið að fjalla í raun og veru hvetja alla til þess að reyna að nota umhverfisvænar aðferðir eins og við geta. Og í þessari áætlun sem alltaf mjög mikið svona ferðalög og fólk að fara á milli landa, að þá verið að benda fólki á að reyna að nýta kannski umhverfisvænni leiðir, taka lest í staðinn fyrir flug og eitthvað svona, en fyrir okkur náttúrulega á Íslandi sem við náttúrulega að fljúga yfir hafið, þá er þetta aðeins flóknara, en það eru leiðir sem að en við þurfum að finna leiðir og það eru leiðir auðvitað til þess að þú veist, þegar við komum til dæmis til, við erum mjög oft að taka 2 flug. Já. Og þá getum við að fara að hugsa meira hvaða möguleiki getum við farið með lest og svona það er ýmsir möguleikar þarna inni og núna þú veist í þessum ferðalögum að þá er allavega sko ef þú ert að velja sem sagt þessar umhverfisvænu leiðir þá fá menn hærri ferðastyrki og það er líka gefin lengri tími í ferðinni. Akkurat, það er það sem ég sá líka. Að þá fá menn fleiri daga til að koma sér á staðinn og fara. Þannig að það er svona sveigjanleikinn í því. Það fannst mér mjög flott og einnig svo, ég var í undirbúningshóp þegar var verið að leggja drauginn að áætluninni. Og þar vorum við einmitt að tala sko, þú veist, í staðan fyrir að fara mikið á stuttum ferðum, að fara sko, í lengri tíma. Og allavega hérna hjá Iðunni, við erum alveg búin að vera að vinna mjög markvisst að hvetja hérna bæði iðnnemanna og starfsfólk og fleira að vera lengur. Það er náttúrulega áfram í eins og hjá nemunum og semst í hérna náms- og þjálfunarverkefnum í starfsmenntun mjög mikil áhersla á að semst lengri dvöl. En svo ég klári samt hérna, þú veist, þessi þrjú forgangsatriði að þá er þriðja snýr að svona rafrænu lausnum. Nú erum aldeilis búin að vera í námskeiði á þessu ári í því. Nei, en þá er það þessi hugsun að reyna að við ætlum ekki að fara að leggja niður og fólk hittist, þetta er það sem að þetta snýst en að nota með kannski svona einhverjar svona rafræna lausnir við að vinna verkefni. Það talaði þess að blönduðu kennsluhætti í meira magni og þannig að það eru svona verða að benda á þau tækifæri sem að þar eru í rauninni líka og þannig að hafa það í huga og maður upplifir pínlítið að það er svona þetta með sko umhverfismálin og inngildinguna er svona orðið mjög þekkt af því gegnum kynningu sem hefur verið á undanförnu. Þetta er svona meiri nýrra stef í þessu og við tekur örugglega aðeins lengri tíma að þróa þó svo við vitum náttúrulega við höfum tekið þetta risastökk á þessu ári. Já, ekki spurning sko. Þarna eru sem sagt áframhaldandi mjög rík áhersla í að þróa aðferðir og að nota svona blandaða kennsluhætti. Já, akkurat. Og þá einmitt eins og svo að segja sko þetta rafræna, þessa stafrænu þróun. Þegar talað þessa stafrænu þróun og færni. Já, akkurat. Og það er svona einhvern veginn, svolítið svona dóminerandi í allri orðræðu núna í kringum okkur. Þetta bara dynur á okkur og það er allavega eins og hérna hjá okkur hjá Iðunni við erum að stíga alveg bara stór skref og líka bara að miðla. Þú veist, eins og þessi kaffifundur okkar og mér finnst þetta svo skemmtilegt og áhugavert að nýta þessa miðla sem við höfum og eins og ég segi, ég er alltaf svolítið að spegla mig svolítið inn í því ég er búin að þekki gömlu áætlunina það vel og þar var einmitt talað sjálfbærni. En þarna er þetta svona undirstrikað þarna í þetta græna Erasmus og ég held að við getum alveg örugglega verið duglegir einhvern veginn að svona vera sko með sjálfbærni hringinn sko. Hvernig ætlum við að láta hlutin okkar lifa áfram og einhvern veginn tengja allt sem við gerum inn í svona þessa sjálfbæru hugsun og þessa grænu hugsun. Allavega mig langar að leggja miklu meira áherslu þegar nemarnir okkar og starfsmenn
fara erlendis, að við séum þá einmitt að krækja í svona þekkingu, að hvernig getum við gert hlutina betur og svo videre, sko. Þannig að það þessi nýja áætlun, hún alveg sko klárlega, eins og þú ert búin að lýsa hér, sko. Þetta er skýrara, það hvað grænt Erasmus eða ekki, það inngildingin og það þessi stafræna þróun. Þannig að þetta eru svona þessar 3 stoðir. Já, algjörlega sem þessi 3 markmið sem ganga. Já, sem bara bara mjög spennandi. En hvað segirðu með fjármagn? Nú þetta nú heldur betur búið að vera bara mjög sérstakt ástand. Já, guðmur, það náttúrulega ekki hægt að tala ástandi kannski eins og búið að vera undanfari 1,5 ár. Já. Og það náttúrulega sér ekkert alveg fyrir endan á því eins og við vitum, en vonandi, við sjáum nú ljósið núna alls saman. En í nýju áætluninni þá bara reikna með áframhaldandi vaxandi fjármagni. Þannig það á ekki að draga úr. Það á ekki að draga úr, nei. En það sko, þetta svona, það sem það fer vöxturinn, hann eykst eftir því sem líður á áætlunina. Þannig að við erum ekki, sko, við getum jafnvel sumstaðar verið að fara aðeins niður á við en strax í byrjun, en síðan í raun og veru fer stigvaxandi, þannig að það ekki niðurskurður í þessa frábærar fréttir. Og þannig að við sjáum bara, við þurfum bara öll að vera dugleg að nýta tækifæri. Þannig að áætlunin hefur alveg klárlega trú á einmitt að setja fjármagn í Erasmus áætlun. Já, það engin, og það má segja sem svo að við það sem maður á þessu ári og þá var sérstakt nýtt svona auglýst sérstök verkefni sem voru sérstaklega til þess að bregðast við COVID-áhrifum. Já, alveg rétt. Og ég verð að segja, ég dáist að fólkinu sem hvað voru margir sem fundu kraftin og fóru á stað við að sækjum. Við fengum bara töluvert meiri umsóknir heldur en við áttum vona og þetta bara gekk ótrúlega vel. Það sýnir manni að það þú veist, við ætlum bara að komast yfir þetta og halda áfram á fullri ferð. Þannig að það ekki spurning. Ég finn það alveg bara okkar hvað var það að kalla félagsmönnum með þeim sem tilheyra okkar löggiltu inngreinum, þú veist, bæði nemar og nýsveinar, þeir bara alltaf að hringja. Þú veist, hvenær komumst við? Akkurat. Þannig og við höfum haldið úti, við höfum búin að vera að senda alveg allan tíman. Við höfum því miður ekki tekið á móti, það bara, við höfum ekki getað það. En það allt bara þeir sem okkar samstæðasaðilar sem hafa verið duglegastir að taka á móti evrópskum nemum, það allir tilbúnir. Þetta sko ekki vandamál. Það náttúrulega bara frábært, en það rosalega mismunandi eftir aðilum og það hefur ekki verið hægt að, það hafa verið mjög fáir á ferli. Já, það hafa verið mjög fáir. En við höfum sent út allan tíman. Já, frábært, til hamingju með það. Það bara frábært að ná því. Og bara þökkum það góðum samstarfsaðilum í Evrópu og öruggum. Við höfum þetta passa mjög upp á þú veist, hvernig ástandið hverjum stað og svo framvegis. Og það skiptir náttúrulega ótrúlega miklu máli í svona að vera með góða samstarfsaðila vegna þess að ef þú ert með góða samstarfsaðila þá veistu líka hvað þú veist, hvað í gangi og það skiptir bara rosalega miklu máli að sinna vel og vera með góða samstarfsaðila í þessum náms- og þjálfunarverkefnum og bara öllum verkefnum. Og öllum verkefnum, auðvitað. Ekki spurning. En það nú eitt sem ég rak augun í þegar ég var að lesa nýju áætlunina og við kannski nú ekki tala neitt sérstaklega það áður, en það eru tækifæri fyrir utan Evrópu. Það einmitt, sko. Já. Ég er ekki byrjað á nýjungunum í starfsmenntun. Já. Komdu með það, Margrét. Já, í starfsmenntarhlutanum. Þá er þetta auðvitað það sem er kannski er mjög stór og mikilvæg nýjung fyrir þessa hluta. Okay. Að núna verður sem sagt möguleiki að vinna bara með öllum löndum. Þú veist, það þetta er ekki alveg galopið, það eru svona reglur inn í og það er ekki, þú þarft að vera með aðild og það mátt ekki nota... Og við erum með aðild, eðan með aðild. Þú mátt ekki nota allt fjármagnið, þú mátt ekki nota þennan með 20% fjármagnið utan Evrópu, en það er verið að opna þarna á tækifæri til þess að senda nemendur og nema til annar landa. Þá erum við að tala um Asíu, Ameríkurnar og það er þannig að það er í raun og veru, þetta er mjög spennandi og þetta verður
þetta mun örugglega, við erum náttúrulega að byrja þarna og þetta hefur aðeins verið gert, þetta byrjaði í háskólastiginu. Þetta byrjaði í háskólastiginu, já, ég vissi þá sko. Og nú þetta sem sagt komið í starfsmenntuna, þannig að það er spennandi að vita hvernig okkur gengur þar og auðvitað veit ég okkur gengur vel, þetta bara það er bara að leggja af stað í þetta. Já, leggja af stað sko, já, við höfum nú aðeins í gegnum tíðina sko verið í samskiptum utan Evrópu en það er nú, hefur þetta fjármagn, hefur þetta stoppað sko, þannig að skiljanlega. En ef maður hoppar kannski hérna, svona við þurfum að draga þetta svona svolítið saman að mér langar svona kannski aðeins að spyrja þig svona hvaða tækifæri eða svona áherslu atriði telur þú að til dæmis iðngreinarnar eða iðan geta svona nýtt sér svona til framdráttar, svona hvaða skilaboð hefur þú svona til okkar? Til ykkar, já, sko það er hérna, ég verði eiginlega að koma einhvern veginn að þessar nýju hugsun aðild sem gildir alla, ekki bara með iðngreinar heldur alla, já. En iðan er náttúrulega, þú veist, eins og við vitum þá búið að kynna þennan hluta sem er mikil nýjung fyrir áætlunina. Við vorum byrjuð að æfa okkur í starfsmenntun af því að skólar og stofnanir hefðu aðild sem þýðir það að í raun og veru það er einfaldari umsýsla og menn eru að stefna að því að alþjóðastarf sé bara fastur hluti af reglulegri starfsemi hjá skólum og stofnunum. Og með aðildinni þá í raun og veru það er einfaldara að sækja og menn eru líka öruggt að menn eru að fá fjármagn á hverju ári. Og þar liggur í raun og veru mjög mikið tækifæri og einmitt ef við förum aftur þá snúum að spurningunni þinni og það náttúrulega sko auðvitað skiptir að máli að geta haldið áfram þannig að það sé alltaf, maður geti reiknað með því að það sé hægt að fá styrki til þess að senda iðnnema út og þessi náms- og þjálfunarverkefni held ég séu eins og við tölum hérna áðan afar mikilvæg. Já, ekki spurning. En það er hins vegar kannski, jú, það er eitt nýtt í náms- og þjálfunarverkefnum núna, það verður möguleiki að fá styrki til þess að taka þátt í nemakeppnunum. Það er nýtt. Já, alveg rétt. Það er nýtt inni núna. Það finnst mér alveg, við erum þetta búið að kalla mjög eftir því. Já, akkurat. Þannig að það var bara ekki möguleiki eiginlega. Þannig að það komið inn núna, þannig að það má nýta það. Þegar við getum öll fara að hittast. Já, úps, en svo er það aftur, sko, hins vegar í samstarf, svo ég skiptum verkefnaflokk og þá í samstarfsverkefnum eru líka svo rosalega mikil tækifæri og mér finnst að við eigum alveg rosalega mikið inni þar. Já, ég er alveg sammála. Og þú veist, við eigum í samstarfsverkefnum, þá er í raun og veru verið að gefa möguleika á að vinna nýtt sko námsefni eða námsaðferðir eða eitthvað sem snýr að gæðakerfum, sko allt mögulegt til að styðja við ákveðnar greinar. Já, akkurat. Og við getum, þú veist, bæði væri gaman að sjá fleiri verkefni frá skólum og ákveðnum atvinnugreinum, sjá kannski skólaatvinnugreinum vera að vinna saman í raun og veru að því að þróa eitthvað sem að þörf er á inn í þennan flokk og þannig að það er eitthvað sem við þurfum að halda áfram og vera vakandi og mér langar kannski að það sá sem hefur kannski verið heldur duglegust í starfsmenntunni er ferðaþjónustan. Þau hafa verið rosalega dugleg og verið að þróa ýmislegt bæði sérstaklega kannski svona ýmsar leiðir til að styðja við sitt starfsfólk í ferðaþjónustu. Já, eins og hæfnisetur ferðaþjónustu. Já, byrja kannski það grunnurinn í Evrópuverkefni og í Erasmusverkefni. Það var að klárast núna, mjög spennandi verkefni sem að framhaldsskóli Austur-Skaftafellssýslu var að klára. Þar eru þau með, þar voru þau að snúa sér að ævintýraferðamennsku sem er náttúrulega sérstök fyrir þeirra svæði. Og þar voru í 3 löndum, voru atvinnulífið, háskóli og framhaldsskóli, svona í hverju lönd að vinna saman. Og þú veist, það sem eftir situr er náttúrulega bara þú veist, efni sem að vonandi verður bara notað og þekking og reynsla sem kemur svo mjög beint inn í greinina þegar náttúrulega við förum að færast meira en þetta er samt bara þekkingin er komin þarna og svo náttúrulega getum við nefnt dæmi bara verkefni svo þið hafi verið með sem að í raun og veru til þess að svo Equamor verkefni efla gæði fyrirtækja þetta er sko bara þannig að við eigum rosalega mikið inni ég er alveg sammálaður það sko ég held allavega svona ég sé tækifæri eins og hjá okkur í framhaldsfræðslunni eða símenntunni að vinna svona svo segir svona með atvinnulífinu og fræðslunni
og drífa svona einhverja hugmyndir áfram. Já, einmitt. Og þannig að við eigum klárlega inni þarna. Og við getum þar, þú veist, þar að ekki bætt við þessum sko ekki alveg nýja verkefnaflokki sem var náttúrulega aðeins verið að pröfa í eldri áætluninni sem ennþá stærri verkefni sem við köllum núna öndvegissetur. Já, öndvegissetur, já, ofsalega spennandi. Mér langar alveg svakalega í öndvegissetur. Þar eru ennþá stærri verkefni. Það er sótt til Brussel og það eru stærri verkefni. Þar er þessi skemmtilega hugsun í því að þú þarft að fá til að virka innanlands svona hóp af aðilum til að vinna saman, þessi skólakerfið og fyrirtæki eða samtök fyrirtækja til þess að vinna saman og svo ertu með fleiri lönd. Og þá færðu í raun og veru ekki bara með einn aðila heima. Nei, þetta er hóp heima og í hinum löndunum líka og það verður í raun og veru heldur dýnamíkin getur orðið miklu meiri. Já, alveg sammála. En þetta er náttúrulega ennþá stærri verkefni. Ég ætla nú svona... Við erum að tala 4 milljónir, er það ekki evra? Já, það er bara stór verkefni. Þannig að við, þú veist, samstarfsverkefnin, það er líka einmitt nýtt núna í nýju áætlunni að nú er líka verið að bjóða upp á sko það sem við köllum bara smærri verkefni, smærri samstarfsverkefni sem taka skemmri tíma, það er minna fjármagn, það er færri aðila en gefur tækifæri, þú veist, og er verið að leggja áherslu á það að fólk svona þú veist, það séu minni aðilar séu að taka þátt. Þeir sem eru kannski ekki mjög vanir geti treystið sér í þetta og þannig að það verður bara spennandi að sjá hverjir nýta það áfram. Tækifærin eru þarna alls staðar. Fyrir viltu gera eitthvað ekki mjög mikið eða stærra. Þú veist, það er í raun og veru, það er mjög margt í boði. Ég tek svo undir, Margreta, að við þurfum að gera betur í KA2 og KA3. Iðan hefur auðvitað tekið þátt sem bara samstarfsaðili í KA3. Það var ofboðslega mikill lærdómur, þessi rannsóknarverkefni, sko. Og það var svakalega mikill lærdómur þar. En KA2, ég bara held að við eigum bara að skella okkur En það ekki? Já, og með ykkar góða stuðning hjá Rannís. Takk fyrir það er alveg bara meira áttar. En menn þurfa að vera snaggir, eins og við vitum það, í maímánuður það verður mikið að gera í maí. Það er rétt. Umsóknarfrestirnir eru þar. Já, þeir eru þar. Í þessu verkefni sem eru verið að sækjum hér heima. Akkurat. En við munum núna... En öndvegissetrið er í september, eða ekki? Öndvegissetrið er í september, já. Við erum bara, mér langar nú svo að segja líka að við erum núna þegar áætlunin er að byrja, það verður svona opnunarhátíð, núna bara á 15. á 15. apríl og þar verða kynntar allar þessar nýju áætlunar, það er ekki bara Erasmus sem er nýja. Nei, það er Horizon og fleira. Það eru Evrópu áætlunar sem eru allar að fara af stað núna, þannig að þetta verður náttúrulega online, rafrænt. Það er allt rafrænt í dag. Já, þannig að bara hvetja fólk til að fylgjast með. Þannig að þá kemur verða nýju áætlanirnar kynntar. Frábært. Jæja, Margrét, ég held að þetta sé nú orðið ansi gott hjá okkur. Og bara, mér langaði bara að fá þið hérna bara í smá spjall. Við erum að fara inn í nýja áætlun og það var svolítið svona hollt að líta aðeins svona aftur fyrir og kíkja svona hvað við höfum gert og hvað við höfum áorkað og það er kannski ekki alltaf hægt að setja fingurinn á það en svona saman erum við alltaf sterkari. Ekki spurning. Og þannig að við bara höldum ótrúið áfram inn í nýja áætlun. Endilega. Takk fyrir þetta, Margrét. Vel. Já, takk. Takk fyrir.